Komið sæl og velkomin í Vitnivinum. Í þessum þætti ætlum við að skoða græjur. Við ætlum að græja okkur upp, skoða stangir, jakka og annan búnað sem að veiðimenn þurfa að hafa í góðu lagi fyrir komandi sumar. Og ég ætla einmitt að hitta hérna hann Ara félagi minn sem ætlar að fara aðeins yfir búnaðinn með okkur og græja okkur upp. Blessaður. Hvernig var sumarið? Það var bara ljómandi gott. Bara ljómandi gott. Og ég einmitt komin hérna núna til að skoða meiri græjur og græja mig upp fyrir næsta sumar. Eigum við ekki að kíkja á stangirnar? Mér líst bara vel á það. Ari, þá erum við komin í stangirnar. Jú. Herðu, ég myndi segja að allir veiðimenn þurfa að eiga eina nettari og eina tvíendu. Þannig að hvað ertu með hér? Ég er með 6 sem er svona stöng í nettar í kantinum. Og svo er ég með tvíenduna fyrir menn sem eru að fara í stærri átnar eins og sogið og rangátnar. Svo aftur á móti 8 sem menn eru að nota svona í einettunni í laxi meira. Þú varst með þessa í rangánum, ekki rétt? Jú. Já. Og þessi er eins og ég segi, það er sama system í raun og veru. Hún er samt millistíf og hentar ofboðslega vel í skollinu. Við ætlum að kíkja á það eftir og fá að læra að gera skollinu. Já, bara sjálfsagt. Já. En nú skiptir líka máli hvaða hjól fara með stöngunum. Já, hjól verður að vera þannig að það henti stöngin. Hún þarf að vera stöngin tekur vissa þyngd og hjóli verður að henda því þannig að balansir í stöngin er rétt. Svo náttúrulega kemur línur og við reiknum þetta allt saman. Sem svo í þessu tilvíki, það hendaði mjög vel ódýra hjólið okkar, sem er Loop CLVF 10. hjóli, sem að þú tókst. Það á kombo að vera fínt saman. Heyrðu, eigum við þá ekki bara að kíkja á hjólinn og læra svolítið balanseringunna? Það er upplagt. Ok. Jæja, þá er það veiðihjól og balansering. Jú. Þegar ég var hérna að taka mín fyrstu skref í flugvélinni og var að pæla í þessu balanseringarhjóli, ég vissi ekki hvað var verið að tala. Og ég veit að það eru margir sem að standa í sömu sporum í dag. Það er verið að tala að þú þurft að vera með hjól sem passa við stöngina, það þarf að vigta vel saman. Hvernig reiknar þetta út? Það er byrjað náttúrulega á því að takast hjólið og setja það hér á þessar stangir, þessi tilviki tvíendinni. Og setur það hér á og við tekkum á hvar balanseringin er með þess að puttan láta hann hanga niður. Við skoðum það kannski þegar við setjum hjólið á eftir, þá sjáum við hvernig balanseringi verður. Og við verðum að passa það að balanseringi verður að vera í raun og veru hér, fyrir framann, á þessum punkti hérna. Þannig að ef við heldur puttana við, hjólið með línu á, að þá á þetta að vera jafnvægi? Þá á þetta að vera jafn. Ef aftur á móti er ekki, þá fer annarkvort í þessu átt, þá fer balanseringi miklu ofar á stöngina og við viljum það ekki. Hún þarf að vera hér, við þurfum að finna fyrir sko, að þetta henti akkurat saman. Hvað gerist þegar með of létt hjól eða of þungt hjól? Hvaða áhrif hefur það á vinnsluna í stönginni? Mjög einfalt, fyrir það fyrsta þá vinnur hún hérna og þá fer stöngin náttúrulega hérna niður og balanseringin er ekki jöfn á móti. Þá er þetta of létt fyrir þig að kasta. Þá hefur ekkert á móti þegar þú ert að lyfta stönginu og kominni fram. Okay. Þannig að þetta verður að balansera allt saman. Þetta sjáum við náttúrulega nákvæmlega leið og græjan er komin í gang og allt saman, þá finnum við þetta. Og þetta hefur þá væntanlega mikil áhrif á kastið, þú veist, þessum of létt hjól eða of þungt hjól, að þú ert að vinna þá allt öðru í stöng og línu. Að sjálfsögðu, meiri áreynsla fyrir þig, Já. Sem er óþarfi. Og það er gott að vita þetta, sko, þá getur maður að fara inn í skúr, sett græjurnar saman og byrja að vigta að mæla. En þá er það hérna, hjólið með línu ákomið á stönginni að balansera hérna framan á. Já, og þess vegna við náttúrulega, við þekkjum þetta við kallandir í búðunum. Þannig að við erum að hjálpa ykkur með að sýna hvernig þetta á að virka. Já, ok. Þannig að að gera bara, tala við okkur. Spyrja ráða þegar maður veit ekki. Nákvæmlega. Það er bara þannig. Heyrðu, ég var með þessa stöng og þetta hjól hérna og með þessari snilldar skotlínu sem að þú settir saman fyrir mig. Já. Og nú spyrja margir sig eflaust að því, hvað er skotlína? Þannig að eigum við að skella skotlínu á þetta? Við getum skellt skotlínu á þetta, við getum bæði gert heilteipara skotlínu sem er tilbúin sem kemur utan svoleiðis eða búum hana til með runninglínu og með lykkjum sem við búum til sjálfur. Ok, og þá setjum við hana bara á stöngina á eftir, balanserum þetta út og sjáum hvort allt sé ekki í 100% lagi. Rétt. Ok, lístu vel á það. Herðu, og þá er það eins og tegund af skotlínu. Já, það eru nokkra típur af skotlínum. Það er til heil skotlína sem kemur frá verksmiðju og svo eru til svokallar skotlínur sem samanbyggjast af runninglínu og skothaus sem við smíðum sjálfir. Og þá tökum við sem sagt kjarnan ofana, eða þar að segja ytra kótið og innri kjarnin búið til lykkjun úr og sama gerist með hausinn.
og þá lítur þetta svona út. Þá hér running línan, þessi appelsínugula hérna hjá okkur. Ég búinn að hreinsa hana og setja lykkju sem nokkur stór, lykkja sem hérna, nokkur stór. Og svo ger ég sama við skothausinn og hún náttúrulega styttri og þar ég búinn að taka þennan kjarna af og eftir verður þetta. Já, þá þetta bara lykkja í lykkju. Þetta bara lykkja í lykkju og það einfaldið líka það að þú getur skipt flotlínu, sökklínu, intermediate línu, jafnvel sinking tipplínu og leikið með að breyta eftir aðstæðum í veiði. Og þarf þetta að leika sig með það sama með lúppuna sem á endanum á línunni? Já. Að menn geta þá sett bara sökkenda og intermediate enda? Þú getur sett sökkenda og intermediate. Í þessu tilviki það gert ráð fyrir. Þessi hvíta sem heitir Custom 1 lína hjá okkur, hún gerir ráð fyrir því að þú ætlar að nota túpuveiði. Og þá sker ég hana örlítið styttra og gerir ráð fyrir líka að þú getur nota sökkenda og þá hún örlítið styttri upp á túpuna. Aftur á móti erum við með aðra línu sem heitir Custom 2 og þá hún skorin fyrir þessa eðlilegu veiði. Nú til dæmis multistöngin, hún fyrir línu 8-9. Í hvaða línu stærð eiga þá menn að fara þegar þeir eru útbúið á skotlínu? 8-9 segir yfirleitt að mér finnst það betra að fara í efri línunni í flot, ef það 8-9 að fara þá í 9 í flotinu, en vera þá í 8 í sökklínum og þessum þyngri línum. Því þá hentar það betur, staðan fyrir að fara upp fyrir, það er hættulegt, þú getur skemmt stöngina jafnvel brotið hana eða eitthvað hlutar vegna. Þannig að betra fyrir því í flotinu, farðu einu stíu ofar, þú fær meir út á stöngin. Já, fara einn upp. Einn upp. Og þú ert búinn að útbúa hérna með línu á þetta hjól? Já, ég er búinn að útbúa hérna á þetta hjól sem sambærileg línu og þú varst með í sumar. Já. Og varst mjög ánægður með hana, skilst mér. Mjög ánægður. Og þarna ertu komið með þennan fítur hérna, þá kannski næsta sem átt eftir að testa þetta með ýmsum variarsjónum. Og þetta nú einfaldur græði sem við notum í þetta. Þetta svokallaður þræðari. Og svo nálin sem við erum að nota í nýtingar. Og þetta græðirnar sem við erum að nota í þetta til þess að búa til lúppuna. Og svo náttúrulega límið. Og það mjög gott. Þetta svona frekar mjúkt lím og það verður að vera mjúkt lím. Já. Til þess að verði sambærilegt við flugulínu. En ég vil bara hvetja þá sem hafa aldrei prófað að nota skotlínu að gera það næsta sumar vegna þess að munurinn að nota þetta og venjulega línu, sérstaklega þegar maður í breiðum ám eins og til dæmis rangánum, þetta bara tvennt ólíkt. Þú ert ekki svo fyrstur sem segir það. Það oft þannig að menn koma hingað og verður rosalega sáttir við skotlínuna og þeir halda alltaf áfram í skotlínunni, eða flestur tilvikum gera það, halda áfram með því. Og fyrir þá sem treysta sér ekki til að gera þetta sjálfur heima, það bara að fá fagmenn. Bara velkomnir. Ok, þá er hjólið komið á, línan og allt klárt og þá spurningin balans. Og eins og við töluðum á þann, þá það þessi punktur hérna sem við þurfum að finna balansin á. Okay. Og hérna skulum við byrja bara mjög aftarlega, svona í miðinni og þú sérð, þetta ekki nógu gott, þannig að þá hreyfum við okkur aðeins til. Hér erum við með balansinn. Og þetta lítur út fyrir að vera bara á fullkomnum stað. Bara á fullkomnum stað. Þetta balans. Þá hjólið komið á stöngina og stöngin klár. Og til að leyfa ykkur að sjá aðeins hvernig meistararnir nota slíkt verkfæri við veiðar. Ætlum að sjá þetta stutt brot frá því við vorum við veiðar við Laxá í Aðaldal 2006 með Jim Curry, einn af bestu fluguveiðimönnum á tvíhendu í heiminum í dag, held ég að sé alveg óhætt að segja. Nokkrir meistarataktar við Laxá í Aðaldal, gjörðu þið svo vel.
Ef þú þarf með veiðina þína á næsta skref, þá fer hann hýta þínar eigin flugur. Við vorum svo heppnir þegar við tókum upp seríu 2 í fyrra að fá að veiða með Þóri Nílsen og sonum hans í Þingvallavatni, en áður við fórum í þann túr, þá lærðum við að hnýta eina af hans bestu flugum. Þá erum við komnir í vöðlurnar. Jú, þær eru hérna. Og það er eitt sem að ég er nú að velta fyrir mér. Það er alltaf verið að tala um tveggjalega, þriggjalega, fjáralaga, sem að segir manni nákvæmlega hvað. Það segir manni það að þetta tveggjalega vöðlurnar minna lag af Gore-Texi eða Sympatex eða membranefni, sem þetta sérstaka öndunarefni, sem að segir það að vatni kemst ekki í gegn. Og því fleiri lög sem þeir eru, því sterkari eru vöðlurnar og betur öndun. Og ég var með þessar hérna í allt sumar. Þetta er hvað? Þetta hér þriggjalega öndunarefni og svo fjagralaga í hné og rassbót. Já, svona á þeim stöðum þar sem að mest kannski reynir að þær. Já, og svo reyndar í þessum vöðlum sem þú kannski fannst fyrir að það var gúmmí undir. Já. Og það var rosalega þægilegt upp á sand og drullu og steina, það kom ekki inn að gat. Já, líka stöður í skónum. Já. Það var mjög gott, sko. Og svo eru þessi hérna. Þetta er svona full force fyrir þá sem eru kannski bara í veiði 2 mánuði stanslaust ári. Þetta er fyrir okkur sem eru geðveikir, skilur. Þannig að þetta eru 4 laga og 5. lag í hné og rassbót. Og ánáttúrulega sömu eiginleika á samt þínum. Svo var það gott ráð sem ég fekk ykkur tíðan frá veiðifélaga þegar ég var að taka mín fyrstu skref í veiðinni, að vera aldrei í gallabuxum undir vöðlunum, heldur einhverjum efni sem að hleypir í gegnum sig raka og hita. Þú verður að vera í góðum þannig efni, þannig að sko, flísefni sem slík, þessi venjulega flís, hún hleypir ekki frá sér raka. Heldur erum við með sérstakt bómullefni sem bómull að blanda og sem heitir Polartec. Og við erum með þetta frá öllum fyrirtækjum mörgum. Það hleypir í gegnum sig svita.
og þá virkar græjan rétt. Já, annars ertu bara að safna vatni og raka í Nákvæmlega, flísina, sko. ef öndin er ekki inni, Já. þá virkar hún ekki út. Og maður þarf verið jakka við þetta. Við erum með jakkan hérna, það er þessi hérna jakki. Ég er mitt klæddist þessu í allt sumar og ég tók eftir því að þetta er að vera tísku litur, þessi svona rúst svona rauð óranslitur. Já, þessi kaki. Já. Þetta við reynum að fylgja tískunni líka, sko. Þetta er rosalega skemmtilegur jakki. Þessi er 3 laga jakki með membreini og sympatexi og eiginleikar jakkan svolítið skemmtileg, þú fann kannski fyrir því í sumar. Hér getur þú sett allar klippur. Já, þetta var allt bara hérna í tókfæri, sko. Þetta er rosalega munur staðan fyrir að vera alltaf að fá þetta jafnvel í andlitið þegar maður er að taka úr fiskinum og svona, sko. En það er sama regla með þetta eins og vöðlurnar, sko. Það er að vera í einhver efni sem að hleypir þá raka og hita í gegn til þess að öndunin sé rétt, annars er maður bara að svitna undir öllu saman. En við erum margir samt í sko flíspes undir og hún náttúrulega hleypur ekki í gegnum sér svita. Nei. En til þess að öndunin sé rétt, þá þarf maður að huga við því að vera í undirfötum sem þá anda. Nákvæmlega. Já. Þú var að taka þessu línu aftur, bara klippa það bara saman. Takk þetta fyrir mig aftur. Bara alla sem skella sér í þetta. Herðu, er þetta aftur ekki? Nú er ég búinn að fá Maríulæsin. Já, það skildi aldrei hafa farið svo að rángandartaki getur bara... Fucking cameraman, you! No. So, Peter. Yeah. What did the English guy tell you to say when you caught your first fish? I don't remember. Já, þetta er næstum því betra heldur en kynlíf. Það er komið að athöfn sem held ég allir þekkja sem hafa einhvern tímann veitt lax. Nei, fyrir ekki. Það er að gleypa flugu. Það er að gleypa flugu. Rúnar, ok, ég og Garðar erum búin að fara hérna yfir þetta núna með 2 flugum, svo kemur þú eftir okkur í Ég hef aldrei séð þetta fyrir. Háurinn í gegnum fisk. Hæ? Háurinn í gegnum einhverju? Já. Ég verð eiginlega að segja að... Komið sæl og velkomin í Veitnið þínum. Við erum að starta félagarnir núna við bakka Tungufljóts og hér eru laxar með nýbyrjar að rækta upp svæðið með sleppistjörnum og seiðum. Was that in camera when it got caught? Nei, þú veist, er ekki góð matur bara á slaka? Nei, við erum bara að byrja með. Nú er ég bara ekki skaður lengur. Nú er hérna. Já, ok. Það var þættinum lokið hjá okkur í dag, en ég vil óska ykkur góðrar veiði á komandi sumri og minna ykkur á að græða ykkur vel.